Komið þið sæl og blessuð. Við höldum áfram kosningaumfjöllun okkar hér á N4 og við verðum í kvöld með 3 viðmælendur eins og áður. Fyrsti viðmælandi kvöldsins Hólmfríður Árnadóttir, skólastjóri í Sandgerði, sem skipar fyrsta sæti á lista Vinstri grænna í Suðurkjördæmi. Velkomin. Já, takk fyrir það. Þú ert massífur Eyfirðingur. Fædd á Grenivík, varst í skóla hér á Akureyri og síðan ferðu suður og til að stýra grunnskólanum í Sandgerði. Búin að gera það í nokkur ár. Og svo fer allt inn í landsmálapólitíkina. Af hverju? Hárrétt. Já, það var þannig að ég náttúrulega bjó hérna lengst af fyrir norðan og ákveð svo að flytja suður og taka við starfi skólastjóra í Sandgerðisskóla 2016 og þá allt í einu bara var nægur tími til að gera ýmislegt annað en að vinna og sinna fjölskyldunni og hér voru allir klúbbarnir sem var prjónaklúbbur og mataklúbbur og bókaklúbbur og svona, þannig að ég hugsaði með mér ég þyrfti að finna mér eitthvað annað að gera og ég er náttúrulega búin að vera flokksbundin í Vinstri grænum síðan 2009, þannig að mér fannst eiginlega liggja beinast við að henda mér í grasrótarstarfi og skráði mig í málefnahóp, velferðarhóp í Reykjavík og keyrði á milli á fundi og fann mig bara í pólitíkinni. Fann mig bara í þessu grasrótarstarfi þar sem er verið að vinna, þar sem að bara ólíkir einstaklingar koma saman og vinna að stefnumálum og málefnum flokksins. Já. Og það var bara eitthvað það var svo mikil orka og svona í þessu og skemmtileg vinna. Þannig ég bara ílengdist og svo bara leiddi eitt af öðru og hingað er ég komin. En það kom reyndar mörgum nokkuð á óvart þegar þitt nafn kom upp úr kjörkassan og þú varst efst í forvali Vinstri grænna á Suðurlandi. Já. Eða Suðurkjördæmi. Já, ég hef heyrt það. Já. Þú tekur sem sagt við af Ara Trausta sem ákvað að hætta, oddvitasætinu. Já. En já, þú kemur bara eins og þrumar heiðskíru lofti inn í pólitíkina. Já. Og tekur oddvitasætið. Já. Já, ég held bara að ég hafi einhvern veginn náð til fólksins, flokksfélagana, bara með svona bara minni vinnu og bara hvernig ég er og fólk hafi séð kannski ákveðin tækifæri og möguleika að ég myndi leiða listan. Skiptir máli að þú ert á Suðurnesjum? Það er massív, náttúrulega margir sem búa á Suðurnesjum. Já, nánast helmingur íbúi í kjördæminu býr á Suðurnesjum, 29.000 manns. Þannig að já, þetta skiptir það máli. Og ég held að flokksfélagar hafi kannski litið á þannig, þeir sem búa á Suðurnesjum, að nú væri komið tími til að við fengjum oddvita við Suðurnesjamenn. Það kannski kemur ekki óvart að eitt af þínum hjartansmálum menntamálin, að framgangur þeirra, að verði bætt úr ýmsu sem að þú telur að þurfa að bæta. Hvað það sem þarf að bæta? Já, Svona í stuttu máli? Svona í stuttu máli, já. Við þurfum einhvern veginn að uppfæra bara skólakerfið svolítið í takt að bara 21. öldinni. Svo ég tali til dæmis grunnskólan, af því ég hef starfað mest þar undanfarið, þá verðum við svolítið að stokka upp grunnskólastarfið og hvað er verið að gera í skólanum, hvernig skipulag er háttað, hvað er verið að kenna, hvernig er verið að kenna og svo við tölum svo þá framhaldsskólan, við verðum að auka möguleika á fjarnámi og þá staðnámi þar sem eru heimavistir og við þurfum að efla í rauninni jafnrétti í gegnum byggðirnar. Þetta snýst svo mikið byggðajafnrétti, að börn eiga að geta stundanám, framhaldsnám í sínum heimahögum, á þess að þurfa að flytja að heiman, ung börn, 16 ára gömul og það á að vera allt í boði. Og þetta er hægt, COVID kenndi okkur það er hægt að vera í fjarnámi og vera með alls konar fjarkennslu og bara svolítið sveigjanlegt nám líka. Og það er líka eitt sem við þurfum að huga, það er námslengdin. Mér finnst við þurfum að skoða það svolítið með framhaldsskólan. Eru þessi 3 ár þar sem að koma skal? Þú ert efins að það hafi rétt skref? Já, ég myndi allan að vilja skoða það, já. Ég út frá því bara hvernig menntamál eru í dag og hvernig, hvað nemendur segja. Þá finnst þeim þetta skarpt, þeim finnst þetta mikið á stuttum tíma. Og þá finnst mér spurning að það eru nemendurnir sem að námi snýst að hlusta þeirra raddir og aðlega námi svolítið að þeim. Og við erum líka að tala það brotthvarf á framhaldsskóla. Það uppsafnaður vandi hvað varðar bara geðheilbrigðismál hjá nemendum á framhaldsskólaaldri. Og svo þurfum við líka að horfa til þess að það eru þeir sem hverfa frá námi og hætta, gefast upp eða ákveða að gera eitthvað annað
og þeir vilja koma aftur í skólana og þá þurfa skólarnir að taka móti þeim. Þannig að þetta þarf að endurskoða. Talandi um unga fólkið, framhaldsskóla krakkarna og háskóla krakka eða ungmenni, hvað þú ert búin að fara svolítið kjördæmið, hver eru málin hjá unga fólkinu sem að þér finnst koma upp á yfirborðið? Það eru vissulega menntamál, en það eru líka loftslagsmál. Unga fólki okkar ótrúlega meðvitað loftslagsmálin og það fólki okkar sem vill taka þessi skref í átt að minni sóun og meiri nýtni og annað slíkt. Og það svolítið þessi heitumál. Svo ræða ungu krakknir náttúrulega mentasjóðinn, þau eru farin að horfa kannski til þess að fara í háskólanám og annað slíkt. Og það eitthvað sem að mörgum finnst erfitt að horfa til, að skulda mikið eftir að sérhæfa sig og ná sér í menntun. Og sérstaklega hvað varðar þessi hefðbundnu kvennastörf, því þau eru oft lægra launuð, eins og kennarastörfin og annað, heldur en önnur störf og það að fara út á vinnumarkaðinn eftir 5 ára háskólanám með skuldir á bakinu eitthvað sem ekkert mjög heillandi. Það sláandi hvað eru margir í háskóla og þið nú með Keili á Suðurnesjum. Já. Það algjörlega sláandi að sjá hversu hátt hlutfall, hversu misræmi milli kynja í aðsókn í háskólum. Konur eru sko í miklu meirihluta í dag. Já, og þetta eitthvað sem við þurfum líka að skoða og þetta þarf að jafna. Ekki það sé neitt slæmt, en þetta þarf samt að jafna því það þarf að vera, ef við hugsum þetta bara út frá jafnrétti og félagslegu jafnrétti, að það þurfi að vera tækifæri fyrir alla. Ég reyndar held að þessi slagsíða líka í iðnnáminu, þar séu meirum að strákarnir og karlmennir séu að sækja sér nám og það minna að konurnar sækja sér nám. En þetta allt saman jafnréttismál og eitthvað sem við þurfum áfram að halda áfram að vinna að. Við förum aðeins á Suðurlands undirlendið. Þú ert til að búin að fara svolítið mikið það svæði. Já. Hvað það sem brennur á fólki og fyrir hverju vilt þú berjast á þessu svæði? Já, auðvitað það atvinnumálin. Þau eru bara, við náttúrulega fengum svaka skell á Suðurnesjunum núna í COVID og það það sem brennur á fólki út allt Suðurland líka, ferðaþjónustan, hún bara, svo sem að ná sér einhverju leyti aftur, en það var mikill skellur fyrir þann iðnað og þó að ótrúlega margt gott hefði tekist til í COVID og ríki komið þar inni með viðspyrnustyrkjum og tekjufallsstyrkjum og öðru slíku, þá þetta ekki búið. Nei. Og menn eru kvíðnir, hvað tekur við? Nú sumarið að halla, eins og maður segir, og þá fyrir að taka við veturinn og fækkun ferðamanna og annað slíkt og hvað verður þá ferðaþjónustuna og öll þau störf í kringum ferðaþjónustuna, eins og veitingastaði og verslanir og annað slíkt. Landbúnaður á í vök að verjast, það að segja, þá er að tala um sauðfjárræktina fyrst og fremst, til dæmis á Suðurlandi, uppsettu Suðurlands, þar sem hún skiptir máli. Já. Ef að ferðaþjónustan gefur eftir, sem líka gríðarlega stór atvinnugrein í uppsveitum Suðurlands, þarf þá ekki að fjölga eggjunum í körfunni? Það þarf að gera það nefnilega. Og þarna komum við líka inn að nýsköpun og bara fjölbreyttari atvinnutækifærum. Það gríðarlega mikilvægt að huga núna að, ég til dæmis segi bara garðyrkju og það að við stígum þessi næstu skrefi átt að meiri sjálfbærni, förum að rækta meira og í boði verði í öllum verslunum að versla íslenskt grænmeti og jafnvel ávexti og ég held að þar séu tækifæri og sérstaklega á Suðurlandum þar sem við höfum landið og við höfum jarðvarmann og við höfum sérfræðiþekkinguna í garðyrkjuskólanum. Þannig að við höfum, bara... Það hefur svo verið tekið skref samanber uppbygginguna á Reykjum á Suðurlandi. En það eitthvað sem það enn frekar efla, því það okkar fjöregg, það uppbyggingin á Reykjum og garðyrkjuskólinn þar og það eitthvað sem þarf að efla alveg virkilega og hlúa að garðyrkjuskólanum og fjölga tækifærum í þeim iðnaði sem ylræktin. Þið Vinstri græn hafið lagt alveg gríðarlega mikla áherslu á hálendisþjóðgarð. Þetta var í stjórnarsáttmálanum. Þið eruðu undir í ríkisstjórnarsamstarfinu, mér óhætt að segja, í sambandi við það mál og ég merki ákveðin beturleika hjá ykkur út af því máli. Af hverju þessi ofur áhersla ykkar á þetta mál? Við náttúrulega erum náttúruverndarsinnar að upplagi. Það bara eitt af okkar aðalsmerkjum í Vinstri grænum. Sama ber náttúrulega bara vinstri og græna í nafninu okkar. Og
Já, hálendisþjóðgarður eitthvað sem við viljum sjá verða veruleika. Mögulega var ekki nægur tími til þess að kynna frumvarpið og koma því betur á framfæri við þá sem hluti að máli. En hérna, já, þetta okkar hjartansmál og við viljum sjá að þetta fari gegn á næsta þingi. En þá eru þið ansi mikilli andstöðu við mjög marga af þínum kjósendum í Suðurkjördæmi. Sérstaklega í uppsveitum Árnessýslu. Já, ég held reyndar að við eigum eftir að kynna þetta bara enn betur og koma enn betur á framfæri því sem að hálendisþjóðgarður ber með sér í rauninni bara gróða fyrir því að við viljum öll sjá landið okkar verða til áfram. Við viljum öll vera sjálfbær, þannig að við viljum skila landinu okkur til komandi kynslóða á jákvæðan hátt. Þannig að við séum ekki búin að ganga á þeirra rétt og þeirra í rauninni bara arf. En menn sjá fyrir sér sumir hverju sem gagnrýna þetta harðlega að það sé bara verið að loka á aðgang okkar almennings að hálendinu. Það ekki í frumvarpinu. Það alveg skýrt að það á áfram að leyfa að beita fé og það á áfram að leyfa mjög margt, það á áfram að leyfa fólki að fara hálendi. Við eigum það saman. Þetta snýst meira að vernda viðkvæmustu svæðin og líka snýst þetta uppbyggingu og aðgengi, að auka aðgengi þá jafnvel fleiri heldur en þeirra sem komast á breyttum fjallajeppum eða annað slíkt hálendi. Þá rekur það okkur að næsta atriði. Já. Og það nú fyrir að skerðast tímann, sé ég. Náið þessu ykkar baráttumáli, einu af helstu baráttumálum í samstarfi við þessa flokka eftir kosningar? Ef þið ætlaði að halda áfram þessu samstarfi? Já, ef þetta samstarf verður áfram, það bara óljóst og við vitum ekkert það. En ég allavega vona, og ég held í tali fyrir flesta í mínum flokki, að ég vona að hálendisþjóðgarður verði að veruleika. Því það bara gríðarlegt réttindamál fyrir okkur og komandi kynslóðir. Setjið það á algjörlega oddinn í ríkisstjórnar myndun, ef þið verðið fyrir stöðu? Sko, við erum allavega, það er búið að ákveða að vinna málið áfram á næsta þingi. Þannig að það svo sem komið í gegn, að það verður unnið áfram. Og þetta eitt af mörgum málunum sem við munum setja á oddinn. Vinstri eða hægri stjórn? Sumir segja að þið séu hægri stjórn, vinstri græn. Já, ég vil reynda að meina að við höfum nú náð svolítið, við náðum yfir 70% okkar markmiðum í stjórnarsáttmála fram á kjörtímabilinu þrátt fyrir COVID. Og það finnst mér bara nokkuð vel, sko. Og það allt vinstri málefni. Þrepaskipt skattkerfi og lægri kostnaður á heilsugæslu og annað slíkt. Það ótalmargt, lenging fæðingarorlofs, þetta allt vinstri mál sem við höfum náð í gegn á kjörtímabilinu. Og við erum ekki hægt, við ætlum að halda áfram. Ég segi alltaf að við munum eiga samtal við alla og það okkar stefna, við ætlum að eiga samtal við alla. Þau verða mislöng, það skal ég viðurkenna, þau verða það örugglega. En að sjálfsögðu þá það málefnin, þá það þessi málefnin sem samstarf snýst Hvað það sem að við og þeir þá sem að við myndum vilja vera í samstarfi við, hverju við náum samkomulagi Þetta verður að vera loka orðin í kvöld. Hólmfríður, takk fyrir kærlega að koma til okkar norður. Bara takk fyrir mig. Og við sjáumst hér rétt og eftir.